Jæja, tapinn í Úlfsdal, hver eru fyrstu viðbrögð til leik? Bara svekktur og pirrar. Hvernig gerur leikinn upp? Þarna við fengum bara 2-3 mjög góð færi, nýtum það ekki, framskora. Við áttu bara mjög góð viðbrögð, skora 2 mörk og fannst mér við átti bara stórpartina fyrir hálfleikinn og hef átt að skora fleiri mörk. Seinni hálfleikinn bara enn og aftur, þetta var svona jafn, svona fyrstu 10 mínútur fannst mér, en við fengum bara aftur, bara dauðafæri og fínu stöður, en við bara nýtti færin okkur og stöðu sóknarlega sér í dag bara ekki nægilega vel og við fengum bara í andliti. Fram voru bara mjög fínir í seinni hálfleik, bara setja mikið pressa á okkur, bara mikið af svona langa bolta og vinna bolta 2 og voru svolítið svona þrist okkur niður og mér fannst við átti erfitt við að svara fyrir svona þeirri pressu og hvernig ég spilaði seinni hálfleikin. Sanngjörn niðurstaða? Nei, ég myndi ekki með að sanga þeir skora 3 og við skorum 2, en færi sem við fengum í dag var nóg til að vinna bara 2 fótboltaleiki held ég. Þannig ég er bara mjög ósáttur og mjög óánægður með okkur færi nýting í dag. Eins og segir, lendið undir þessum tíman að leik, svarið vel, klaufar að vera bara einu marki yfir í fyrrháleik. Já, við hefum átt að vera 3, 4, jafnvel 5, eitt yfir í hálfleik fannst mér með þessi færum og stöðu sem við vorum að koma okkur í og við erum búin að vinna svolítið í þetta bara vera svona aðeins meira flæði í okkur sóknarleik, sérstaklega í síðasta þriðjung. Mér finnst við vorum að spila mjög vel í fyrrháleikin, það vantar ekkert upp á það. En já, ef þú nýtir ekki færin og þú fæ alltaf, það kemur alltaf eitthvað kafla þar sem andstæðingar eiga bara góð kafla inn í leikinn og við áttum mjög erfitt við þessi góða kafla sem Fram átti í seinni hálfleik. En hvað er það sem gerist í seinni? Þið skapið ykkur færi en Framar voru líka ná að opna ykkur? Já. Þið takið þarna margar stuttar hornspyrnur í leiknum, hvernig fannst það takast? Já, við erum bara að prófa eitthvað nýtt, við erum búin að, held ég, við erum með hæsta fjölda hornspyrna í deildinni, held ég, fyrir þann leik og við erum ekki búin að skora mikið af mörkum úr fyrst leikandi. Þannig að við erum búin að reyna að prófa það, búin að vera með mikið af stuttu hornum sem við hefa allavega skorað eitthvað mörk í sumar úr stuttu hornspyrnum, en þetta var bara ákveðin í dag. 4 stelpur sem fóru núna út á EM í Bosníu, vantilega eitthvað sem félagið er stolt af, en fannst þér það eitthvað riðla undirbúning liðsins? Já, menn þetta er sama fyrir hinu liði sem er 19 stelpur sem tóku þátt það, en ég fannst bara Edith var bara okkar besta leikmaður í fyrri hálfleikin í dag, en ég er ekki bara að setja þetta út á 19 stelpur, en Líf var líka bara mjög spræk. Ég er ekki að fara að nóta þetta sem eitthvað afsökun, en ég hef kannski vilja vera með aðeins meira breyti í okkur hóp til að geta kannski svona rótera aðeins meira og skipta aðeins en já, ég ætla ekki að nóta þetta 19 lokakeppni sem eitthvað afsökun. En hvað er það sem að þið takið með ykkur, hvað er góða sem takið með ykkur í þennan leik núna gegn Víkingum næst? Já, bara erfitt að hugsa um það eftir tap í svona leik, en ég mun hugsa aðeins um það á morgun og bara undirbúa æfingu og bara vera klár í næsta leik. Takk hérlega fyrir þetta. Takk svo mjög.